frá Malmö. Já, hún vill ekki fara frá Malmö, greinilega. Það alltaf í lagi. Við komum aftur. Já, við vorum sérst ekki stað og erum núna að fara til Åhus sem í cirka, klukkutíma fjarlægð. Já. Fallegt umhverfi. Sjáðu hérna trén. Víst þetta fallegt. Það segir að þetta fallegra en Ítalía. Það eru svolítið stór orði á. Hvernig líður þér svona neðarlega í Svíþjóð? Vel, smá betur. Smá betur? Já. Gætirðu hugsað þér að búa hérna? Já. Kannski finn ég mér skóla bara hérna í Malmö eða Lund eða eitthvað og við flytjum hingað og Tómas elti mig. Nú vildi Tómas mig. Ekki segja þetta. Nei, kannski. Það væri gaman. Ég var eitthvað til það. Einn daginn þarf þú að elta mig. Ég er búin að elta þig núna í mörg ár. Núna erum við stopp. Emilia er ekki að nenna bílnum, henni finnst þetta ekki gaman. Hún var að gera númer 2 ef ég orðaði þetta fallega. Ég þarf einhvern veginn að skipta á henni bara inn í bílnum og svo ætlum við að fara inn og versla í matinn af því við erum að búa í íbúð núna, allavega næstu 2 daga, rétt hjá strönd, þannig að við vonum að fáum allavega að sjá eitthvað í sólina. Er þetta hálsmenn flott? Ha? Nú þurfum við að taka bleiuna og þú ferð aftur í kjólinn. Getur ekki verið svona? Það var bara í IKEA, bestu búð, lágberjamuffins, við erum búin að taka það. Einn fór á gólfið, ekki mér að kenna, Tómas á klefunni í þetta sinn. Og svo erum við með baguette og tómata af því við ætlum að gera finna mozzarella og Tómas, hvað heitir það aftur? Rosetta. Við erum með 3 herbergi hérna, 1 á mann. Nú þurfum við að fá að vera að borða. Þetta er ógeðslega næs. Sjónvarpið herbergi. Nei, alveg sjá. Sérðu, uppáhald kaffi. Við þurfum að kaupa svona kaffi. Skilur við ekki því þessu flakkfræði á. Ég kom með annan kaffibólla, númer 2, af því að við gleymdum þessu. Sjáu hvað þetta er mjúkt. Kom svo, í jettu. Allir að borða. Ég vildi svona. Það er svo gott, ég vildi óska þess að geta smakkað þetta bara í gegnum skjáin hérna. En mamma á þetta. Hvað er ógeðslega átt þegar þú smakka þetta? Nei. Þetta er ekki gott, sko. Einn ánæður með það að ekki fara til Danmerkur. Já, ertu ánægð með það? Ég er ánægð með það. Ég líka. Þú vildi fara til Danmerkur í dag. Já, það var bara... Nei, ég stakk upp að við myndum að vera 1 dag í viðbót í Malmö. Þú varst alltaf bara búin að fá þér í glas í Malmö í gerð. Vissir ekki alveg hvað það er. Mér fannst Malmö næs. Ég varst að gegja. Mér langaði bara að upplifa Malmö í sól, ekki bara fyrir með veldingum. Já, ég er mjög spennt að skoða þessu sundlaug. Sko, þetta er fyrsta útisundlaug sem ég hef séð í Svíþjóð. Já. Svona almennileg. Já, það er rétt. En sjáu, við erum að gista hérna. Þarna. Já. Og hér er sundlaug og hér er ströndin. En það er reyndar, það er samt að stytta upp núna held ég. Það er smá svona draugabær núna. En já, það er svolítið skýjað og það er búið rigning. En það er spáð sól á morgun þannig að við höldum ég vonuna að við getum fengið einhverja smá sól. Með regnhlíf og alveg hérna í göngutúr dagsins. Vá hvað þetta er sætt hverfi. Það minnir okkur smá á Halmstad. Við vorum fyrir ári síðan. Við erum komin inn á hótel og það var grenjandi rigning. Þannig við komum hingað inn.
Emilia svo til í þetta. Við erum að gera eitthvað svona bruschettu. Við erum með mozzarella, tómata, basiliku og baguette. Svo er eiginlega besta eftir, sko. Við erum með svona skinku, svona salami og alls konar. En þetta hérna er besta sem ég veit. Þetta er uppáhalds. Annars þá er Emilia sofnuð og við ætlum að njóta hér saman. Við fjölskyldan erum í göngutúr. Tómas að stinga með okkur af til að sjá þetta hús. Við erum búin að vera að skoða hérna húsin í þessari götu og þetta er svo krúttlegt. Þetta er draumur í daginn. Eiga sumarhús eða eitthvað hérna. Ó, hvað það var geggjað. Emilia, hvað er skærilega að pizza? Hér í Åhus, þar er Absolut. Er það ekki? Hérðan er Absolut. Sennilega. Þetta er bara... Absolut Home. Það sagði bara að segja. Emilia, segð pappa. Ákveðið við Åhus. Þetta voru svo næs. Ég veit ekki hvort ég hafa sýnt ykkur hvar við erum. En þetta er svona lítil villa, kallast þetta. Og þetta er alveg fyrir 2, 4, 6 manns. En við fengum þetta á bara geggjuðu verði út af því að það var ekki bókað. Þannig að við vildum borga sko 30.000 fyrir 2 nætur. Sem er mjög flott fyrir þetta, eldhúsaðstöðu. Og við erum alveg upp við ströndina. Ströndin er sko bara hérna, 3 mínútur að labba. Og já, það er kannski bara ekkert að vera að fara í burtu frá heimilíðamennina hér. Við gistum bara sérst í þessu herbergi. Það var ógeðslega næs að fá smá bara svona tíma fyrir okkur Tómas. Þannig að þá gat hún sofna í staðan fyrir þegar við erum með á hótelherbergi þá getum við ekki spjallað líka við þetta, þá er hún sofandi á milli okkar. Þannig að núna gætum við bara svæft hana og verið hérna frammi og við drukkum rauðvín og fengum okkur hérna góðan mat. Og það var bara ógeðslega næs að vera hér. Aðeins svona út fyrir, en núna erum við búin að ákveða, við ætlum að fara til Köpen. Þurfum að taka svona COVID-test til þess að geta að fara í flug til Íslands. Og ástæðan fyrir að við ætlum að gera í Danmörku er að því að það kostar ógeðslega mikið hérna í Svíþjóð. Þannig að við ætlum að gera það þar. Mjög spennt að fara til Köpen. En já, þetta var bara eftir dagsins. Við erum bara búin að vera að taka til, við þurftum að skila villuna eftir bara, við þurftum að sko ganga frá öllu, vaska upp allt, sópa, skúra, þurrka spegla, þurrka skúffur, smá spes, en já, við gerum okkar besta. Það er mjög sniðugt að skipuleggja ferðina þannig eftir lúrunum hjá börnunum út af því að þeim finnst ekkert alltaf gaman að hún er alveg búin að vera ágætt í bíl en hún tók alveg svona að kasta okkur þegar hún var nývöknuð og hún var ekkert að nenna, þau þurfa náttúrulega sína hreyfiþörf þannig að alveg sniðugt að skipuleggja það þannig í kringum lúruna. Við ætlum að hætta að bladra og við ætlum að drífa okkur. Komum tími til að koma okkur, ég er mjög spennt að fara.